Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp Sögu síðdeis þáttinn og ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur minn í þessum síðdeis þætti er Sturla Kristjánsson, hann er sálfræðingur og fyrrverandi fræðslustjóri. Velkomin til okkar, Sturla. Nú, enn einu sinni þá liggur fyrir niðurstaða frá þessar könnun, PISA-könnun og niðurstaðan er ekki góð, Sturla. Nei, það er. Þá spyr fólk sem er að hlusta út á Sögu, hvað er að? Þetta er búið að vera svona síðan árið 2000. Frá því við hófum þáttöku í þessari könnun. Það er vinst, og það er það sem verður, það er versnað frá upphafi. Já, sko, ég held að þetta sé mjög flókið, hvernig ég leita skýringa. Já. En það er nú, ég var á fundi í gær þar sem að Menntamálastofnun og Menntasvið Háskólans fóru yfir þetta og fjölluðum og kynntu. Og það sem að ægilega stóð upp úr fyrir mig, það sem ég greip út úr þessu voru ummæli forstjóra Menntamálastofnunar. Hann sagði tvennt sem mér fannst dálítið merkilegt. Annað var það að það hefði ekki mikið upp á sig að kafa ofan í það hvers vegna við værum þar sem við værum núna. Það ætti bara að herða tökin og gera betur. Halda áfram á sömu braut. Já, ég skil þetta þannig. Það á ekki að leita skýringa. Það á bara að leggja í trykkið. Og þýðir það ekki yfirleitt að það vantar peninga. Meira fjármagn. Meira fjármagn. Gera meira, herða frekar á því sem ekki hefur borið árangur hingað til. En nú eru menn að Íslendingar taka þátt í þessu til þess að geta lært af þessu. Við erum jú að taka þátt í könnunum og rannsóknum og þetta er gert í því skyni að uppfræða okkur stöðu mála. Er það ekki hugsunin á bak við þetta? Ég sé nú enga uppfræðslu þannig séð í þessu. Ég sé ekkert annað heldur en svona hálfgert kappastríð eða beinan samanburð. Já. Það hver geti pissað hæst á vegginn. Já. Og síðan ef á að fara svona að þessu, að herða bara án þess að leita einhverja skýringa og reyna að finna einhver svör við því hvað sé að vera í kerfinu í heild, þá sé ég eigi ekki von mikinn árangur. Er engin vilji innan menntafræðasamfélagsins að kalla fram einhverja breytingar? Ég veit það ekki. Ég er náttúrulega skógarmaður, ég er útigangsmaður, búin að vera það í 30 ár. Já. En ég sé ekki annað en að þessi fílabeinsturnar okkar, þeir verjist eingöngu og passa upp á það að það sé ekki verið að trufla það góða starf sem það er unnið, sem skilar þessum þá árangrinum. Sturla, ef við lítum á ástandið eins og það er núna, hvernig kemur þetta þér fyrir sjónir? Hvernig er ástandið ef við byrjum á grunnskólanum? Það er kannski dapurt og nöturlegt að taka til orða eitthvað í þá veru að ég svo sem sá þetta fyrir 40 árum. Já. Ég skrifaði lokaritgerð í uppeldis- og sálarfræði við Kennaraháskólann í Danmörku á haustdögum 76. Já. Og efni mitt í ritgerðinni var að fara í gegnum grunnskólalögin 9 sem höfðu verið í smíðum á 7. áratugnum og voru svo lagð fram í þinginu í janúar 71 og voru þar í umfjöllun þar til á vordögum 74 þau voru samþykkt. Og voru engar svo sem efnislegar verulega breytingar sem urðu á þeim tíma.
Ég rýndi í þessi nýju lög og leitaði uppi það sem ég vildi kalla fyrirheitin í grunnskólalögunum. Og í mjög stuttu máli þá sá ég þau fyrirheit að með þessari löggjöf væri boðuð vísindahyggja í skólastarfi. Þarna var jafnvel í fyrsta skipti í veröldinni sér kafli í lögum ráðgjafar og sálfræðiþjónustu skóla, grunnskóla, hvernig þetta nýta bestu fáanlegu þekkingu í uppeldis, mennta og sálarfræðum til þess að gera skólana betri. Síðan var annar kafli í þessum nýju lögum það hvernig ætti síðan að haga sér úrræðum fyrir þá nemendur sem væri í slíkra aðstöðu að þeim nýttist ekki nám í venjulegri bekkjarkennslu. Ég sá þetta náttúrulega í tölvunum ljóma því að leið og ég fékk handritið eða fékk frumvarpið í hendur rétt fyrir jólin 1970, ég var þá skólastjóri á Húnavöllum og þá hafði ég samband við skólanefndina og sagði upp. Því að þarna þóttist ég sjá að það væri að koma löggjöf sem að þyrfti virkilega að passa upp á og vinna vel að og ég vildi fara og læra að vera með í þessari vísindahyggju. Ég bendi á það þarna haustið 76 að sálfræðiþjónustan geti í raun fallið beggja vegna hryggjar. Hún hafi tvíþætt hlutverk, annars vegar að efla almenna starfsemi skólana, gera þá nemendavænni og svo hins vegar að sinna þeim nemendum sem vegna einhverra greinanlegra fatlana gæti ekki nýtt sér venjulega skólagöngu við venjulegar aðstæður. Og við getum svo sem dundað við þá tölu að tala að það geti verið einhver 2-3 eða 3+% nemenda sem búa við greinanlegar fatlanir. Ég fjallaði svolítið þetta og benti á að það væri ljóst að þetta gæti farið á versta veg. Ef við sinntum þess ekki nógu vel, þá gætum við fallið í þá gryfju að starfsemi sálfræðingana yrði meira og minna klínísk barnasálfræði fyrir börn á skólaaldri sem að væri þá sinnt vegna beiðinni frá skólum. Og þá kom ég með þá svörtu spá að ef við lentum í því að glutra þessu tækifæri niður og færum yfir í þessa viðgerðarþjónustu en vildum ekki breyta kerfinu sem slíku, að þá myndum við enda uppi með 20-25% af öllum nemendum í sérkennslu. Það var hlegið að mig fyrir þetta. Í dag erum við að nálgast 30%. Þannig að þetta hefur sem sagt farið allt á hliðina, allt á verri veg. Merkustu nýjungum grunnskólalagana að tryggja aðgengi allra skóla að heilsteyptri vísindahyggju, skulum við kalla það áfram. Þetta var brotið niður seint á 8. og í byrjun 9. og í byrjun 10. áratugarins og þá voru sem sagt fræðsluskrifstofunar dæmisstofnanir í öllum kjördæmunum, þar voru lagðar niður. Ég sammála því að þær voru ekki nauðsynlegar stjórnunarlega séð. En ég tel að þær hafi verið nauðsynlegar til að geta tryggt aðgengi allra skóla á landinu að sérfræðiþjónustu í dagheimsóknum. Og ef við mistum þetta út, þetta kerfi, fræðsluskrifstofukerfið og sérfræðiþjónustukerfið sem þar var byggt upp, að þá gætum við lent í þeim vandræðum að það veri ennþá farið að hraða för yfir í einhvers konar klínískt módel. Og mér sýnist það módel
vera svona svipað að við erum að tala í heilbrigðiskerfinu, að ég sé það ekki sem heilbrigðiskerfi að fjölga sjúkrahúsum. Mér finnst það svona álíka stefna í heilbrigðismálum eins og það væri stefna í vegamálum að fjölga bílaverstaðum meðfram hringveginum. Og ég held að við séum komin í það sama í skólakerfinu, að við erum komin með þessa þjónustu við börn á grunnskólaaldri. Við gerum kröfur að þau séu einslitt og við gerum kröfur að allir passi á færibandið og allir passi í kassana, og ef það eitthvað basl þetta þá þarf að fá greiningu á blessu börnin. Þá eitthvað að? Já, að barninu. Já, barninu. Já. Og það þessi staða sem ég held að við séum í. Við erum ekki að efast, við erum ekki að endurskoða eitt eða neitt í vinnubrögðum eða hugmyndafræðinu sem við erum að vinna eftir, og ef að hlutinni gangi ekki upp þá alltaf fundin svo skýring að það sé eitthvað að barninu. Þannig að nemandi sem frumlegur og með sterk séreinkenni, hann fer illa út úr þessu kerfi? Hann er ofvirkur með athyglisbrest. Já. Og það til boða. En hann gefst upp í kerfinu? Já, hann gerir það, og við erum með núna biðlista upp á ég veit ekki hvað langan tíma eftir að komast í þessar svokölluðu greiningar til að finna hvað muni vera að. Og við höfum inn í skólakerfinu höfum við hinn ýmsu próf, bæði hjá sérkennurum, lesgreiningapróf, og próf hjá sálfræðingum sem eru kallaði skólasálfræðingar en sinna klínísku barnastarfi fyrir börn á skólaaldri. Og þessar greiningar, ég kalla þessi próf hvað að barninu prófið. Og þetta rekur sig fullkomlega ef við tökum það sem trúlega undirstaðan í öllum þessum erfiðleikum sem við erum að skrásetja í árangri skólana, það lesturinn. Var í sumar eða fyrrasumar þegar Menntamálastofnun var að taka til starfa, þá kom upp ádeila á aðferð sem hafði verið þróuð á Akureyri og var kölluð byrjendalæsi. Og það var sýnt fram á það með einhverjum tölulegum sannindum að þeir skólar sem hefðu tekið upp byrjendalæsið frá Akureyri, þeir hefðu dregist aftur úr. Þar hefðu nemendum hrakað. Og þetta verið tölfræðilega marktækt. En ef þú skoðar þessa tölfræðilegu marktækni, þá þetta eiginlega smásjáratriði. Þannig að það var engin svona verulegur munur. Þetta var ekkert til að deila og það talað og lapið síðan upp hingað og þangað að þetta séu þessar aðferðir akureyringanna, þær hafa ekki verið raunprófaðar, og það sé þess vegna þetta sé tilraunastarfsemi út í skólum, og hvatt til þess að nota raunprófaðar aðferðir sem þá þessi aðferð sem hefur verið þróuð þá hér í Kennaraháskólanum gamla og núna á menntavísindasviðinu og kallað leið til læsis. Ég sé ekki til hvers menn eru að eyða tíma á að nagast einhverjar þar aðferðir sem í mínum augum jafn slæmar. Ég vil fá að skoða þetta ferli allt saman. Ég vil fara á bakvið og ég vil fara inn í málin og velta því fyrir mér hvernig fara börn að því að lesa. Hvað lestur? Það rétt sem lestrarfræði menntasviðsins gengur út frá að lesturinn sé lærð færni og að því leyti gjör ólíkur máltökunni. Ég vil spyrja, ekki rétt allavega að afsanna það þá ef að mjög rangt að kanna hvort það geti verið að þarna sé einhver misskilningur á ferðinni. Getur verið að við getum sagt að lesturinn sé meðfæddur eiginleiki en
tungumálið, þar að segja hljóðmálið, talmálið, sé lærð færni. Mér finnst freistandi að álíta að ef að talmálið væri meðfæddur eiginleiki sem bara kæmi á vissu þroska skeiði, þá væri bara eitt tungumál á jörðinni. Ég held að við séum með bara eitt lestrarkerfi í raun og veru á jörðinni. Við lesum áreitin öll á sama hátt. Við njótum útsýnis, við njótum listar, við njótum tónlistar á sama hátt. Þú tala skynjun í raun. Já, lestur ekkert annað en úrvinnsla skynjana og það meðfæddur hæfileiki. Hvort síðan efni viður skynjana svo færður yfir í einhverja kóðun sem heitir letur og texti. Það bara eitt lítið brot af lestrar hæfninni að vinna úr þessum táknum. Við lesum umhverfi okkar, við lesum í skýin, við lesum í ölduna, við lesum í allt sem til okkar berst, annars myndum við farast. Við myndum fara okkur á voða eða okkur tækist ekki afla okkur matar ef við læsum ekki rétt í áreitin. En þú talaðir uppalega vísindahyggju, það við staði til þegar að þessar hugmyndir grunnskólalögin voru sett á sínum tíma og samþykkt í þinginu 74 að þetta veri byggt á ákveðnu hugmyndafræði. Auðvitað þetta ekki flokkspólitísk hugmyndafræði, en þetta einhvers konar hugmyndafræði innan akademíu eða innan fræðigreinarinnar sem mælir með einni leið frekar en annari. Hver þessi hugmyndafræði? Hver þessi vísindahyggja? Það sem ég kalla vísindahyggju, það má kannski segja, maður kannski að vera svolítið stórkallalegur og grófur í tali og segja bara hreint út að síðan ég fór að fást við skólamál. Ég útskrifast sem kennari 65 og hef unnið á þessum vettvangi síðan. Að þá finnst mér að við höfum átt 2 menntamálaráðherra. Og ég held að þú gætir alveg giskað á við hverja ég á. Nei. Sá hinn fyrri hét Gylfi Þ. Gíslason. Já. Og það var að hans frumkvæði að svoköldu grunnskólanefnd var sett á laggirnar og samdi þetta frumvarp, grunnskólafrumvarp á sínum tíma. Sá hinn seinni hét Ragnhildur Helgadóttir. Já. Hún eini ráðherra sem ég man eftir á minni tíð. Ég var ekki alltaf sammála því sem að kom frá ráðuneytinu á þennan tíma. Nei. En hún beitti sér fyrir verkefnum sem að voru stórvirki að mínu mati. Annað var það að fá erlendan faghóp frá OECD til að gera ytra mat á íslenska menntakerfinu. Og var það kallað OECD-skýrslan. Já, það var gert. Hún til, já. Hitt atriði var að gera innri könnun, innra mat á skólakerfinu þar sem að kennarar voru beðnir að segja álit sitt á hlutum. Og ég held að þetta hafi verið, alltaf þetta hafi ekki bara verið 3 tíma verkefni. Ég held að hafi farið skóladagur í þetta að allir kennarar á landinu settist niður og svöruðu ákveðnum spurningalista. Já. Þessi gögn eru líka til. Ég held að þegar ég að tala vísindahyggju þá þetta einn liðurinn í því. Það að safna gögnum sem það síðan rýnir í og reynir að finna hvað að baki og hvernig eigi að breyta stefnunni í ljósi fyrir reynslu. Nú, hvorugt þessara verka komst til neinna verulegra nota og maður meira segja að vissum skilningi fór þessi ytri könnun OECD-manna meira og minna út þúfur. Já, henni var ekki lokið fyrir í tíð næsta ráðherra og það alltaf flókið mál til að fara að ræða það annað hér. En ég ætla að snúa mér á hinu atriðinu varðandi vísindahyggju að grunnskólanefndin sem að Gylfi Þ. setur á laggirnar, þar tekur hann inn ungan mann sem nýkominn frá námi í París og þar hafði hann lært sálar- og uppeldisfræði, kemur heim 65 og kennir einn vetur við kennaraskólan sem þá hét.
Síðan fer hann niður í menntamálaráðuneyti og verður þar deildarstjóri skólarannsóknadeildar. Hann verður síðan einn aðalmaðurinn í þessari nefnd og ráðuneytisstjórinn er formaður nefndarinnar, Birgir Thorlacius. Andri Ísaksson, ungi maðurinn sem var nýkominn úr námi, sonar Ísaks Jónssonar, og Birgir, ég held að þeir hafi náð afskaplega vel saman. Andri kemur með hugmyndafræði varðandi þroskasálfræði, hann er mjög hlynntur þekktasta þroskasálfræðingi sögunar og mér skilst það meðal annars verið pródómari hjá honum, Jean Piaget, og hafi spurt hann þeirra frábæri spurningar þegar hann komst að því að pilturinn var Íslendingur, þá leit hann upp og spurði, þekkið þér Finnbogason? Og það er talið einhver mesta viðurkenning sem íslensku sálfræðingur hafi fengið, að Piaget spyr íslenska námsmann hvort hann þekki Guðmund Finnbogason. Nú en það má segja að kenningar Piaget skíni meira og minna í gegn í þessu verki og það er alveg ljóst að það hefði aldrei getað gerst. Andri hefði ekki komið þessu til skila í óþökk Birgis Thorlaciusar. Og Birgir Thorlacius á líka vissa leið að Piaget. Ég veit ekki hvort að það er svona almennt á vitorði manna að í tíð Jónasar frá Hriflu þá var byggður hér stærsti og merkasti líklega barnaskóli jafnvel í Evrópu, Austurbyggðarskólinn. Þangað var ráðinn til stjórnunar ungur maður sem var nýkominn úr námi frá Uptin og við, hittir líklega bara Rousseau stofnunin í Genf og meðal kennara hans þar var Jean Piaget. Þessi maður hitt Sigurður Thorlacius, bróðir Birgis. Og skildu þeir ekki eitthvað hafa krunka saman bræður? Skildi Birgir ekki hafa einhverju einsýn í þessi fræði og skildu þeir, Andri og Birgir, ekki hafa náð býsna vel saman að reyna að gera eins vel og mögulegt væri í íslensku skólakerfi. Hér höfðum allar aðstæðurnar, við höfðum litla þjóð og auðvelt að það var áhugi fyrir að efla menntun og allt hvað nú heitir. Og það að setja í lög að hvernig ætti að haga því að nýta uppeldis- og sálarfræði við þróun skólamála. Það kalla ég vísindahyggju, sem sagt að lögbinda að það sem best er vitað og það sem að best þykir reynast og best er vitneskjan eðli og þarfir mannsins, að það verði notað til þess að skipuleggja skólana svo við getum sem best þróað ungviðin til þess að blómstra á þeim forsendum sem þeim eru gefnar í uppruna sínum. Þú ert ekki bundin þegar þú verður til sem einstaklingur, þá ert ekki bundin að genunum. Genin gefa þér, erfðirnar gefa þér möguleika en umhverfið þarf að kveikja á þeim. Þannig að einhver tíma hét sjónvarpsþáttur Gæfa eða gjörvileiki. Það er sitt hvað. Gjörvileikin er ekki nægur ef að umhverfið vill ekki nýta hann. Og það er það sem ég á við með vísindahyggjunni og hvernig þetta var byggt upp að tryggja það að skólarnir all land hefðu jafn gott aðgengi að þessum hlutum og með því að setja upp þessar fræðsluskrifstofur til að sjá að þetta næði fram að ganga og að öll landsins börn byggju við sömu kjör og sömu aðstæður. En hefur ekki þessi hugmyndafræði þroskasálfræðinar verið gagnrýnd? Ég tek sem dæmi Arnór Hannibalsson, heimspekingur. Var hann ekki að gagnrýna þessi fræði? Hann gerði það nú og það voru auðvitað fleiri. Sko, það kemur trúlega aldrei neitt fram sem ekki verður gagnrýnt á svona nótum ef við tölum þetta fremur sem hugvísindi fremur en raunvísindi. Jafnvel rífast menn á vettvangi raunvísinda. En það breytir því ekki að grunnhugmyndin í þessu að reyna að haga uppeldisaðstæðunum og skólagöngunni og menntun barna í þeim farvegi sem við vitum mest og best að sé sá heppilegasti.
ef að við sitjum inni með einhverja vitneskju og við vitum það, við erum kannski að misbjóða börnum. Ég er alveg tilbúin að halda því fram 1, 2 og 3 að við erum að keyra arfa vittlust skólakerfi. Og ef við tökum til dæmis, hvað er þetta kallað hérna, skóli án aðgreiningar. Já, það er mitt. Já. Það er nú það sem þetta er kallað hérna. Já, sjáðu, við skulum taka smá forspil á þetta. Nú veit ég ekki þínar aðstæður, skiptir engu máli, en við skulum segja, ef að þú átt 3, 4, 5 börn, þá er það algjörlega ljóst, og hafið þið fylgst með uppeldið þeirra, þá er það alveg ljóst að börnin þín færu ekki öll að ganga nákvæmlega á sama aldri. Og það er alveg ljóst að þið farið ekki út í bókabúð og kaupið einhverja handleiðslubók það hvernig að kenna börnum að ganga og hvað þau að geta gert í hverju viku eða í hverju mánuði. Sama er það þegar þau fara að tala. Það er alveg örugt mál. Ég bara segi það. Það er örugt mál að þó þú ættir 5 börn að þau myndu engin 2 fara að tala eða vera talin alltalandi nákvæmlega á sama aldri. Þetta skiptir engu máli. Það myndi enginn átta sig á því í fermingarveislunni hvort þau höfðu farið að tala á öðru ári eða á 5. ári eða hvort þau höfðu farið að ganga 8 mánaða eða 16 mánaða. Við hlítum þeim þroska upplýsingum sem barnið flytur út í veröldina með umstangi sínu og brölti og við hvetjum barnið á eigin forsendum. Við hrósum því, hælum því, kissum það og kjössum og það gengur allt út á það jákvæða. Við vitum það að þau fara að ganga. Við vitum það að þau geta þess vegna orðið spretthlauparar þó þau fyrir seint að ganga. Og við hvetjum þau alveg eins þegar þau eru að ná valdi á málinu. Þau átta sig á því að hlutónu fylgja hljóð og svo fara þau að herma eftir og þá fá þau hrós og klapp og allt hvað nú heitir. Þetta gengur svona með þessa 2 megin þætti að komast á legg og komast inn í mannlegt samfélag til samskipta. Svo kemur að því að læra að lesa. Þá er allt í einu öllu klest inn í fastmótaðan farveg. Það fara allir upp á sama færibandið, það er 1 númer á kassum og þeir sem ekki passa, það er eitthvað að þeim. Einstaklingseðlinu er hafnað. Alveg gjörsamlega. Og það er í raun og vera þínu mati höfuð vandinn í sambandi við skólakerfi. Já. Að það er litið á einstaklingin sem fastmótaðan hlut, svona sem og þeir séu allir líkir og hafi takið sama þroska út á sama tíma. Já, eða bara leirdúkkur sem hægt sé að móta þannig að passi. En þetta er ákveðin hugmyndafræði líka. Ég held ekki. Ég held að þetta sé slys. Þú meinir að þetta sé vísindalegt slys? Já, það er þetta sé svona eins og á sínum tíma marxismin var alveg vísindagrein, sumir telja að vera vísindalegt slys. Ég meina, erum að tala uppeldismál með sama hætti? Ég held að þetta sé efnahagsleg ákvörðun. Já. Sem að tekur ekki tillit til mennskunnar og ég held að fólk verður að fara átt að sig á því að skóli, alþýðu menntun, skóli fyrir alla, greiddur úr sameiginlegum sjóðum, hann er ekki góðgerðarstarfsemi. Hann er ekki settur á laggirnar til að efla, mennta og þroska hvern einstakling. Hann er settur á laggirnar til þess að atvinnurekendur, námueigendur, verksmiðjueigendur fái vinnuafl sem þeir hafa þörf fyrir. Og þeir sem ekki spjara sig, þeir fara bara í ruslið. Sem að þjóna ekki þessu efnahagsvaldi. Já. Við skulum fá núna stutt auglýsingahlé, Sturla. Þið að hlusta á síðdegisþáttinn á útvarpi Sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við sálfræðing og fyrirverandi fræðslustjóra og við erum að ræða grunnskólalögin, við erum að ræða stefnuna í skólamálum. Nú, Sturla, það er í sambandi við hið mennska eða ef að segja það að skólakerfið meðtekur það ekki að einstaklingar eru ólíkir og þeir byggja í raun og vera á því að þeir eigi að gegna ákveðnu hlutverki í samfélaginu og þá eigið uppeldið að vera og skólastarfið að vera einsleitt
þetta svona það sem að hún leggur áherslu á? Já, ég sé þetta þannig að ef ég byrja á því að segja, ég hef alltaf haldið því fram að kerfin okkar, skólakerfin, þegar að segja grunnskólinn annars vegar og framhaldsskólinn hins vegar, þetta séu eðlis óskild viðfangsefni. Já. Það sé ekki bara stigsmunur, heldur sé það eðlismunur. Við hvaða aldur myndur þá miða? Já, ég get svo sem ekki fest neina tölu, sjáðu, mér er mjög eiginlega mein illa við að miða alltaf allt við fæðingarár. Ef við tökum til dæmis 12 ára börn, ef við tökum 12 ára bekk, Já. þá held ég að það sé almennt viðurkennt að í þessum bekk þá erum við að finna þroska svið frá -2 upp í +2 ár. Sem sagt, í 12 ára bekknum erum við með börn sem eru eins og meðalþroskuð 10 ára börn og önnur sem eru eins og meðalþroskuð 14 ára börn. Þetta eru frávikin. Já, þetta er bara, svona er bara lífið. Já. Og það að ætla öllum börnum að fara sama tröppuganginn eftir því á hvaða árið þau eru fædd og skeita engu hversu vel þeim líður eða gengur, það kalla ég bara einelti. Það er mjög einfalt. Við erum að taka börn inn í skólana og keyra þau eiginlega sem undirmáls upp í gegnum allt 10 ára kerfið og skila þessu út ólæsum. Já. Ég hugsa einhver háað eða þetta væri einhver landbúnaðar afurð. Að maður tala nokkuð egg. Já. Sem að svona væri farið með. Já. Það er alveg augljóst í mínum huga. Við eigum auðvitað að stilla þroska aðstoðina, hjálpina og þjálfunina inn á þroska stíið en ekki inn á lífaldurinn. Og hvernig við förum að því getur svo verið, kannski auðvelt, kannski flókið, en það á ekki að vera stóra málið. En er ekki gerða geysilega mikla kröfur þar til kennara að hann geti skynja þroskastig nemandans? Út af fyrir sig á það ekki að þurfa, finnst mér. Ég get til dæmis alveg hugsað mér að við settum það inn að krakkar mættu eða foreldrarnir mættu senda börnin í skóla á einhvern tilteknum aldri og þá tæki við einhvers konar yngri deild sem að stæði jafnvel í 3 ár. Já. Og á þeim 3 árum þá væri bara einfaldlega verið að taka stöðu mat á þroska barnsins. En nú höfum við skólaskyldu, þú veist hvernig það er. Já. Barnið er inn í skóla. Já. Það er ekkert mál. Nei, allt í lagi. Ég skal taka það sem ég held að sé mjög augljóst og praktist dæmi. Já. Ef við tökum lítinn strák, kannski 8 ára gamlan og að það verður ekkert gengin í rekið hjá honum í skólanum og svo er hann sendur til sálfræðins og fer í þroskamat eða greindapróf eða hvað sem vilja kalla. Já. Og það kemur kannski ljós að hann er með þroska á við 6,5 árs. Eða, svona segja, 7 ára. 6,5-7 ára. Þannig að hann svona Þroskin er mældur í árum. Já, hann svona hangir með en mun alltaf vera undirmáls og eiga erfitt. Og ef hann er teymdur svona í gegnum 10 ára skólagönguna, þá er þessi ræfill alltaf í basli. Og með minni máttarkennd. Og hvað heldur þau? Og þá lærir hann að vera undirmáls. Hann þekkir ekkert annað hlutskipti. Hann á engan séns. Það er búið að berja úr þessum dreng allt sem heitir sjálfstraust og sjálfsvirðing. Nú auðvitað. Ef að við aftur á móti segðum, þegar við tökum greindaprófið, ef við förum inn í aflestrarheftið eða aflestrarskalan og sjáum að þessi 8 ára gutti sem eru með, að hann er með hráskor úr prófinu sem að þýðir það að hann er til jafns við, hann er að skora kannski 70 á greindaprófi. Kannski til jafns við 6,5 eða 7 ára. Þá eigum við sem sagt að líta þannig á prófið að spyrja hvað má hann vera gamall í árum til að þetta skor gefi 100. Já. Þá kemur í ljós að hann má vera 6,5 árs og þá segjum við fínt, þá fer hann þar inn. Þá fer hann inn í þau viðfangsefni þar sem hann er þokkalega góður og ræður við þau. Ef hann kemst inn á slíka braut og er bara einn venjulegu nemandi sem að finnur þá kannski út úr því að hann er mjög góður í einhverju
og vekur aðdáun í bekknum og út á leikvelli eða hvar sem þá getur hæglega gerst það sem að kannski má kalla undur en gerist bara alltaf. Það getur hæglega gerst þegar hann orðin 10-11 ára að þá allt í einu blómstrar. Hafa hann verið dreginn með sínum lífaldri, þá kemur sá séns sennilega aldrei. Þannig að sum sem blómstra seint í lífinu gera það út af þess sem út að lýsa. Já, þeir verða að njóta virðingar og þeir verða að hafa sjálfstraust og sjálfsvirðingu til þess að geta nýtt sér þessa blómstra. Og þetta er mjög algengt. Að sjálfsögðu. En þetta er náttúrulega svo sorglegt vegna þess að það er í raun og verið að eyðileggja líf stórs hóps. Það er verið að því. Og þegar að við erum að berjast með þessa krakka, við erum að núa þeim upp úr því sem þeir ráð ekki við og við vera á þeirri hagfræðinni að því meira sem þú færð að því sem þú þolir ekki, þeim er meiri líkur séu á að þú farir að þola það. Er þetta ekki oft viðkvæmustu börnin? Að sjálfsögðu. Og ég fullyrði og ég tel mig sjá það og hafa séð það gegnum tíðina að þegar síðan þessi krakkar sem eru kúlduð á fyrstu árunum og vanin við það að vera tossarnir og vera heimskikjandir sem að geta ekki hlutina og ráð ekki við, að þegar að kemur að því að þau ná því þroskastígi að þau gætu ráði við það sem voru viðfangsefni kannski í 6 og 7 ára bekkjum, þegar þau eru kannski 10-11 ára, þá er búið að brjóta svo niður sjálfstraustið og sjálfsvirðinguna að þroskin kemur ekki að neinu gagni. Og það er erfitt að endurheimta sjálfsvirðingu. Það tekst ekki nema í meðferð. Ekki nema að einstaklingur væri svo gífurlega sterkur. Það er alltaf einstaklingur. Já, eða flytja eitthvað út í einhverjar þannig óbyggðir að... Já, eða farið inn í allt annað samfélag kannski. Já. Og ég held að þetta sé að gera sig í mörgum tilvikum með þessa krakkar sem missa lesturinn alveg niður. Að það er verið að hamast á þeim. Þau eru í lestratímum á hverjum einasta degi í skólanum, hverjum einasta degi í viku. Þau eru að fara í aukatíma, sérkennslutíma í lestri og það er hamast á því sem þau ráð ekki við og meira að segja er gengið svo langt að þegar verið er að finna þeim pláss í sérkennslutímum þá er gáð að því á stundaskráni hvar eru þau í þeim tímum þar sem þau standa sér best. Er skólakerfi í löndum sem þar sem að niðurstöður í þessum PISA-könnunum eru betri, er ástandið þar betra í skólahaldi? Nei, haldi ég ekki. Ef við tökum dæmi Singapore sem dæmi, sem er í fyrsta sæti, eða hvernig sem við tökum... Ég veit ekki um það. En hvernig stendur á því að þeir koma betur út úr þess? Ég held að það sé sama eins og með íþróttastelpurnar frá Austur-Evrópu. Já, þú meina það? Já, það hugsa ég. Ég hef ekki hugmynd um það. En þeir eru bara þvingunir sé jafnmikil, óhamingja jafnmikil. Já. Og við vitum heldur ekkert, ég held að sé engar upplýsingar, svo sem hef ekkert mikið verið að eltast við þessi PISA-gögn. Nei. En ég veit ekki einu sinni hvort að það er sambærilegt hvernig valið er inn í prófin eða hvort það er valið inn í þau. Nei. Við vitum það bara hér á okkar heimavelli að það liggja fyrir upplýsingar það að skólastjórar falli stundum í þá freistni að velja þá út sem er halda að myndu lækka meðaleinkunnina. En núna gerum við ráð fyrir því að það kæmi nýjir menn inn sem fengi að ráða hér og þú verðir ráðgjafið þessara manna. Hvað myndur þú segja að gera? Ég myndi byrja á því að leysa upp bekkjakerfið. Býtum við útskýrið það betur? Já, börn eiga ekki að endilega vera eins og fjenaður í fjárhúsi. Nei. Þau eiga bara að vera á víðum völlum og það á að beita börnunum í frjó umhverfi þar sem þau fá áreiti sem að hvetja þau til dáða. Og síðan En hvernig gæti það verið? Það getur verið á alla vegu. Fyrir einhverjum áratugum þá talaði ég það að það ætti að byggja skóla svona svipað eins og við byggðum trésmíðaverkstæði. Þetta vera stór geimur. Já. Og svo ættum við bara að hafa lausar þiljur. Það ætti ekki að vera lokanýtt inni. Við ættum ekki að láta börnin sitja endalaust og hlusta. Þau ætti að ferðast og þau ætti að gera hluti, þau ætti að framkvæma. Það er ekki allir sem að læra með því að sitja og hlusta. Það eru margir sem að þurfa að horfa og skoða og svo eru aðrir sem þurfa að ferðast og vera á hreyfingu og hafa hönd á hlutum.
Við verðum að virka þetta allt saman. Við verðum að fá sköpunargleðin í gang. Við verðum að kveikja á börnunum í staðan fyrir að slökkva á þeim. Fleira sem þú myndir gera og afleggja, eins og segir, bekkjadeildirnar eða breyta því? Já, burt með lyfjagjafir, ekki slökkva á börnunum. Hvað með lyfjagjafir? Já, það kemur fram í þessari tölfræði sem við skoðum hérna, að við erum, að börnin hér á Íslandi er að taka inn miklu meira af þessum lyfjum. Já. 5 sinnum meira heldur en í Færeyjum eða ég man ekki og í Talanum og öðrum löndum, ég held að sé ekkert land í heiminum þar sem ég held að við séum bara komin í þá stöðu að þetta sé orðin krampatök að halda börnunum kyrrum og þegjandi og ef það tekst ekki með föðurlegri umhyggju eða hótunum að þá eru lyfin notuð, lyfin sem eru spennitreyja nútímans. Ekki bara á börn? Nei og annað sem ég myndi vilja gera, ég er að grúska dálítið, ég er nú búin að vera að grúska í lestri núna í 12 ár og ég er eiginlega komin að þeirri niðurstöðu að við gerum grundvalla mistök í lestrakennslu. Og mér er alveg slétt sama þó að menn séu að tala það fram og aftur alla veröld að hljóðlestrar aðferð sé búin að sanna sig og sé gagnreynd sem besta aðferðin sem er í boði. Hvernig stendur þú á því að við erum að útskrifa 30% drengja og 10% stúlkna sem ekki geta að lesa sér að gagni ef þetta er besta aðferðin sem er í boði. Og þá vil ég spyrja, hvaða aðferðir aðrar hafa verið prófaðar? Hvaða aðferðir aðrar eru þeir að prófa sem að bera ábyrgð á ástandinu? Já. Ég er með aðrar hugmyndir og ég segi, hljóðlestrar aðferðin er ekki lestrakennsla. Hún er þjálfun í talkennslu. Og við byrjum jafnvel þegar við erum að kenna börnunum að lesa hljóðlestur, þá byrjum við að því að skrökva þeim. Við segjum þeim að öll táknin eigi hljóð og þau að hljóða sig í gegnum orðin. Það er ekki rétt. Samhljóðarnir, eins og nafnið þeirra segir, eiga ekki hljóð. Þau verða sníkjaða frá nágranna sem stendur við hliðina á þeim. Og þessar æfingar, þær tilheyra talkennslu. Lestrarkennsla lestur er í því fólgin að upplifa þá merkingu sem textin er að flytja þér. Það skiptir engu máli hvernig þú fer að því, bara það ef þú upplifir merkingu textans. Texti er flutningatæki fyrir upplifun eða merkingu. Og þú kennir aldrei neitt þannig að kennslan gangi greiðlega nema að sá sem á að læra hann hrópi á kennsluna, hann hrópi á aðstóðina, hann hrópi á ráðgjöfina. Þess vegna verður lestrakennslan alveg eins og það að læra að ganga eða læra að tala, það verður að vera stýrð af nemandanum sjálfum. Þetta skiptir líka máli varðandi tungumálakennslu? Nú sjálfsögðu. Og þannig við erum að kenna allir þeim tungumál með alröngum hætti. Og ég segi, sjáðu, við öll eigum það sem við getum kallað okkar öryggisvæði eða heimavöll. Við notum alls konar orðalag, við tölum að vera gripin í bólinu og hitt á þetta. Ef einhverju skellt á okkur sem við erum ekki tilbúin og þá hrökkum við út af okkar öryggisvæði og það kemur fát á okkur og allt það. Við tökum börnin okkar út af öryggisvæðinu þegar við fyrir að kenna þeim lestur með þeim aðferðum sem við erum að nota í skólakerfinu. Og þá skiptir engu máli hvort við notum þessa aðferð sem að kölluðu leið til læsis eða byrjandalæsið á norðan. Það sem við þurfum að gera, við þurfum að sinna lestrarkennslunni inni á öryggisvæði barnsins og það að læra að lesa, það er spurningin þau eru búin að læra að skynja, þau eru búin að samhæfa skynvinnslu og þau eiga að forða af merkingamyndum sem er þá skynsemin sem búið er að byggja upp. Þú talar með. Síðan læra þau smá saman að allar þessar merkingamyndir sem þau eru búin að safna inn á harðadiskin, þær eiga sér hljóðmyndir. Og þegar þau eru búin að ná í hljóðmyndir fyrir allar merkingamyndirnar sem þau eiga, þá er þau alltalandi. Þá geta þau tjáð allt sem þau vita. Það að læra að tala, það er að ná sambandi og ná tengslum við umhverfið. Svo eiga að halda áfram á sömu braut. Að þegar að börnin eiga merkingamyndina sínar, þau eiga orðið hljóðmyndir af öllum merkingamyndunum og svo höldum við bara áfram. Við erum kyrrin og öryggisvæðinu og svo bætum við sjónmyndum af hljóðmyndunum við. Það þýðir að þegar við erum að kenna börnunum að lesa, þá kennum við þeim
orðin á prenti yfir það sem þau vita og geta sagt. Þá komin merkingamynd í instakjarna, hljóðmynd í næsta lagi og sjónmynd í ytra laginu. Og ef að þú lærir lesturinn svona, þú lærir orð yfir það sem þú getur sagt og það sem þú skilur, þá lesskilningur sjálfgefin. Þú lærir að lesa með því að setja orð á það sem þú skilur. Og þá þið sennilega lesblind ekki til heldur. Við verðum að fara að ljúka þessu, en mér langar að spyrja í lokin. Þessu verður aldrei breytt nema gegnum í raun og veru stjórnmálin, eins og það kannski ekki mjög mikið bjartsýni sem felst í svona setningu, en það verður ekki gert. Hér sett frumvarp, við erum að vísa í þetta frumvarp sem var samþykkt 1974 og við heyrum aldrei stjórnmálamenn, þeir hafa kannski ekki þekkingu og skilninga á þessu, eða kannski ekki vilja til þess að setja sig inn í þetta. En hvernig sér þú raunhæfar breytingar? Hvað getum við gert? Ég held að það sé alveg rétt hjá þér að, sko, ég þekkti nú og þjónaði undir nokkra menntamálaráðherra og ég sagði jú áðan að ég til að tveir þeirra hafi verið reynd að gera eitthvað. Gylfi Þórn og Ragnheiður. Já, hinir voru flestir þannig að það skipti engu máli hverjir voru í ráðherrastóli, einhverjir nafnlausir, ábyrgðarlausir, óþekktir embættismenn úr reykfylltum bakherbergjum gerðu það sem þið sýndist. Og kom ég vekk fyrir. Og þeir brutu niður lögin frá 74. Þeir brutu niður fræðsluskrifstofurnar, þeir brutu niður sérfræði þjónustu á vegum fræðsluskrifstofurnar til sveitafélagsins og sú þjónusta hefur aldrei náð sér aftur. Eitt af því sem að ég sé nauðsynlegt, og það á langt kannski mála að fara út í það hvernig stendur á að við erum komið þangað sem við erum, en eitt af því sem ég sé nauðsynlegt að stofna til raunverulegra, faglegra, ábyrgra málefna stofnana. Menntamálastofnun sem að nú konulagirnar, hún það ekki. Hún heyrir beint undir ráðherra og það kann ekki góðri lukku að stýra. Þeir sem eiga að sjá framfara og þróunarmál mega ekki vera beint stýrðir af pólitísku dekri. Menntamálastofnun á sér enga stjórn. Það ráðherra einn. Það ráðgjafanefnd sem að ráðherra skipar og hún skal funda minnst einu sinni á ári. Þannig að þessi stofnun ekkert annað heldur en útkjálki úr menntamálaráðuneytinu. Við verðum að slíta á milli pólitískra duttlunga og fagmennsku. Við verðum að byggja upp ríkisstofnanir sem annast einstaka málaflokka og þær verða að njóta faglegs frelsis. Þannig að þær geti haldið sig við það sem best vitað og best til okkar og best hefur verið rannsakað hér heima. Við getum unnið úr því í friði hver sem ráðherrann Já, takk að þið fyrir. Sturla Kristjánsson, fyrirverandi fræðslustjóri sálfræðingur. Nú við höfum farið yfir þetta og ég vil þakka þið fyrir að koma til okkar. Þetta þetta flókið mál og við þurfum að ræða þessi mál frekar. En kannski eitt í vitt, ertu bjartsýnn á verði breytingar? Hóflega bjartsýnn? Eða verðum við ekki að gera eitthvað? Ég meina, ég talaði um í morgun að það verða þjóðar átaki í þessu máli og það þurfa að gera eitthvað í þessum málum vegna þess að óhamingjan og ósætti sem leiðir af þessar stefnu er yfirgengilegt. Ég veit það ekki hvað ég á að segja. Ég trúi enn á hið góða í manninum. Ég trúi því að maðurinn sé í eðli sínu góður. Þó svo að ýmis verk mannanna virðist á stundum benda í aðrar áttir. Já, verðum við ekki að trúa þessu alveg fram úr að það sé möguleiki á einhverjum bótum. Ég held að ég veit ekki hvort að það kjark eða hvað það
Ég held að það þurfi bara einfaldlega að opna þessa hluti á þann veg að það verði heimiluð tilraunastarfsemi. Ef að við lítum á það núna að við erum að nota, það eru hvergi neina samantekna tölur en ég hef grúskað í þessum plöggum sem eru aðgengilega á netinu til dæmis, bæði frá Hagstofunni og annar stað frá Sambandi sveitarfélaga og Reykjavíkurborg, að við erum að nota líklega fann að nálgast 10 milljarða á ári í sérkennslu. 10 milljarða. Og það er hellingur af peningum. Já. Og ef að við gætum nú einhvern veginn fundið fitjað upp á því að setjast niður og reyna að finna út úr því hvernig er hægt að nota þessa peninga betur. Mér finnst freistandi að ég er kannski svo illa innrættur og ég dett svolítið yfir á þá hliðina að halda að þessi 10 milljarðar séu meira fyrir starfsmennina heldur en nemendurna. Þetta sé atvinnuskyni. Ég sagði ekkert annað. Nei. En við sjáum allavega ekki nægan árangur af því hjá nemendunum. Það fer ekki saman að nota 8 til 10 milljarða í sérkennslu á ári og missa 30% drengja og 10% stúlkna út úr skólanum án þess að geta að lesa sér að gagni. Og það er alveg ljóst að þau börn, þessi 20% sem fara út úr skólanum án þess að lesa sér að gagni, þeim hefur ekki hrakað. Það búið að teima þau upp í gegnum allan skólan, 10 ár í vanlíðan, eymd og volæði, þau eru tölu niður, það er hæstaðum og þau eru hrakin. Þetta er eineltið sem þarf að uppræta í skólakerfinu. Þakka ég fyrir þetta, Sturla Kristjánsson, og ég vil þakka hlustendum Útvarps Sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.